Komið í sæl og blessuð og verið velkomin í þáttinn Cancelled. Í þættinum í dag ætlum við að cancella manni sem hefði átti að láta cancella fyrir löngu síðan. Við ætlum að hitta hann og við ætlum að tala við hann og spyrja hann erfiðar spurningar sem hann hefur gert og við ætlum að cancella hann af því að hann það þarf að cancella honum. Það verður fullt af svona þáttum, við ætlum að cancella fullt af fólki. Þannig ég með skúp. Ég búinn að heyra fullt af hlutum fullt af fólki sem eru gert ógeðslega hluti sem að fólk þarf bara að heyra að. Ég brjálaður, ég svo pirraður, segðu hvað ég pirraður. Þannig að já, við ætlum að kíkja á Stefán alltaf og við ætlum að cancella hann. Hvernig slakka maður á þessu? Þannig að ég gleymdi að segja, ég komið með sólgleru á mig af því að ég vil ekki sjá þetta bullshit. Ég ætla að ljúga að ykkur að ég er mjög stressaður. Þetta er örugglega síðasta skipti sem að þið verðum ógeðslega góðir vinir, sko. Hann á örugglega eftir að hætta að vera vinur minn af því ég er að fara að drulla yfir hann og skýta yfir hann og segja allt sem hann hefur gert og eitthvað. Já, hann er kominn. Hann vinnur mín, hann Stefán Atli. Stefán, hefur eitthvað þetta mál að segja? Já, ég er nú búinn að vera að klást smá veikindi upp á síðkast við, þannig að ég er bara búinn að vera rúmliggjandi. Gæti það verið út af því að þeir eru að drekka barninu? Ég hef drekkt börnum í vatni, sko. Já, ok. Ég drekkti börnunum í súpu. Þarna, ég er að hugsa, nú ert þú opinberlega stuðningsmaður ISIS og vilt fá stríða og svona, af hverju ert þú í hryðjuverkafélaginu ISIS? Það sem peningar eru annars vegar, þá á ég mjög erfitt með að segja nei. Nú hatað þú herrann Heiðsmjör, af hverju? Ég fór í klippingu. Nú ert þú búinn að segja líka við mig svolítið oft, sem fólk veit ekki, að þér finnst Króli vera lélegur tónlistarmaður og hann syngir alltaf bara alveg eins og þegar þú hittir hann þá er hann ekkert skemmtilegt. Ég fór í klippingu. En þannig að þú hatar bæði Króla og herrann Heiðsmjör. Þarna ein pæling. Nú er ég að heyra frá sögum út í bæja og þú sért á Tinder. Ég bara... Það er spurning hvort að sko af hverju ert að leita er bara eitthvað svona ríðabúi bless eða eitthvað svona, viltu byrja með mér, svona vaff-b-b-m. Þessar sögursögnir sem þú ert að heyra, það er bara... Og svo er líka er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú hatar konur svona mikið, þú sérstaklega mjög feitar konur? Nei. Þú bara hatar þær. En við ætlum að þakka Stefáni Atla Rúnarsinni mínans ef þið hafið eitthvað á móti. Bara svona til að klára þetta mál að þá var ég að frétta að þú ert eiturlyfja sjúklingur eða svo maður orðið komast. Það er nú ekki að vera rétt hjá þér. Jú, og það var einhver að tala um það að ég er bara að segja það sem fólk heyrði. Okay. Að á bæði á þjóðhátíð og núna bara áramótunum að þá hafi fólk verið að sjá þig ráfandi bara miðbæinn með póka og það var ekkert í pókanum. Þetta er póki sem á að vera kókaini og það er bara greinilega búið að stúta og þú ert ráfandi bæinn og ert bara, herðu, hvað þarf maður að gera til að fá meira? Og byrjar að öskra bara svona á fólk og jafnvel bara þetta var náttúrulega bara kvöldi, bara 8 kvöldi. Ég er ekki að fara í gegnum nýtt ár edrú, ég ætla að vera á efninu og fólk hafa verið mjög hrættu og þú hafa verið í fangageymslu, er það rétt hjá mér? Þess að ég hringdi lögguna og þau segja já. Ég fór í klippingu. En ég ætlum að enda þetta hér. Takk kærlega fyrir að... Nei, ég sérst að cancella fólki hérna. Næst þætti alltaf að ræða Bjarna Ben. Þú varst með eitthvað skúpa Bjarna Ben. Þið voru saman eitthvað hendi í nösina á okkur. Já. Við þökkum fyrir okkur að þessu sinni. Það var engin annar en vinur minn Stefán Atli sem var eitthvað fyrrverandi vinur minn og við ætlum að þakka kærlega fyrir
Hvað ertu að gera? Akkur ertu að svo meina mig? Og við ætlum að þakka fyrir sponsornum okkar. Sérst núna upp frá mig það. Ok, við ætlum að þakka sponsornum okkar kærlega fyrir og sjáumst næstu vik. Heldur sé ná gott eða? Heldur að fólk sé hann að horfa eitthvað? Það veist ég bara pæla að þetta þú skilur. Það veist ég myndi alveg skilja að fólk myndi að horfa á þetta ef þetta væri herra netsmjör eða eitthvað svona frægur skilur en ekki eitthvað svona nónefn eitthvað sjúklingar eins og þú skilur.